gefa Guði dýrðinni í dag. Við ætlum að gefa honum. Hann allt sem við þurfum í lífinu. Hann allt sem að þú þarft í þínum kringumstæðum í dag. Halleluja. En já, vers dagsins. Það var eitthvað mjög gott. Gunnar ætlar að segja það. Rómarbréfið 12:2 að endurnýja hugarfarið til að sjá og reyna að skilja það góða og fagra fullkomni á Guði. Amen. Halleluja. Við ætlum að skilja það sem og við ætlum að ná því að hann faðir allra góðra gjafa. Við ætlum að lofa hann í dag og við ætlum að lyfta honum upp því að hann allt sem við þurfum. Má ég heyra amen. Halleluja. Syngjum þetta saman. Aldrei brugðist í orrahríð, trúr og sannur alla tíð, mikið verk þitt. Og ég veit að þú berst með mér enn, því þitt loforð já og amen, mikið verk þitt, mikið verk þitt. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt það sem vindur í hnekki og böl og bull, mikið verk þitt. Við dönsum í frelsi, svo fagnandi kall, og Jesús þitt nafn því uppafið hátt og bull, mikið verk þitt. Halleluja, Guð ofar öllu, halleluja, Guð ei breytast buddu, halleluja, þú allt gjörir vel. Halleluja, Guð ofar öllu, halleluja, Guð ei breytast buddu, halleluja, þú allt gjörir vel, allt gjörir vel. Og hetja frá himni, þú sigraðir gröf, og allt það sem bindur í hnekki og böl og bull, mikið verk þitt. Við dönsum í frelsi, svo fagnandi kall, og Jesús þitt nafn því uppafið hátt og bull, mikið verk þitt, mikið verk þitt, ó Guð, mikið verk þitt. Takk Jesús, halleluja, við lofum þig, halleluja. Ef þú myndir setja textana á skjáinn aftur. Takk Jesús. Hann góður, halleluja. Ég þakka þér trúfestina, Drottinn. Hver þú ert, Drottinn, halleluja. Who is in power? King of glory, the King above
This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King above all, who makes the power in truth and justice. We take the sun in all its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Thank you. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Takk Jesus. Ég ákvað að taka þetta á ensku í dag og það fór aðeins svona. En við ætlum að taka hérna gamalt gott. Takk Jesus, við lofum því í dag, drottin Jesus. Heilagur ertu Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty
in you. Oh, my world falls short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song I say, but you never do. So I lift my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just you. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, I praise you again and again. 'Cause all that I have is an hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else before the King, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, my
Jesus, helgist þitt nafn. Come on my soul. Come on my soul, don't get shy on me now. Svona nú sála mín, vertu nú ekki feimin þegar við ætlum að gefa. Sála mín, vertu ekki feimin núna þegar við ætlum að gefa. Þið sjáu að við erum að fara að brjóta brauðið hérna saman á eftir. Það ákveðið sem að Biblían kennir okkur að gera. Og við munum að Jesús, hann braut brauðið og fæddi 5.000 manns. Og það svipað hugsun hjá okkur að við erum að brjóta þess að gefa. Og við erum að brjóta hefðina, sjálfselskuna. Ég á þetta, ég má þetta, ég ætla að halda í allt það sem ég á og ég ætla ekki að gera neitt. En þið vitið að við erum að styrkja alls konar störf erlendis og hérlendis og þess vegna kennir Biblían okkur að gefa. Og það eitthvað sem gerist oft við þetta þegar við byrjum að tala að gefa, þá eins og sálan verði svolítið feimin og hún segir nei. En þetta bara fjallar ekki það. Við lesum í Hebreabréfinu 13, 15-16, þetta vers sem ég ofta að tala færum Guði lofgjörðað fórn og gleymið ekki velgjörðarseminni og hjálpseminni því að slíkar fórnir eru Guði þóknanlegar. Þetta bara svo fallegt að Biblían setur lofgjörð, hjálpsemi og gjöf í sama flokk. Öll þrjú eru eitthvað sem að gerir flæði sem kemur tilbaka. Kærleika sem við höfum þegar fengið. Svo ef við tökum núna þátt í samsköttunum, þá gerum við ekki með kvíða, ekki með pressu, ekki með því að vera að bera okkur saman. Það minnum mig allt í ná. Vitið þið hvað 500 kallinn sagði við 5.000 kallinn? Akkur þú aldrei með í samsköttunum? Nei, við gefum með hjarta. Jesús, hann braut brauð og gaf okkur allt. Hann brauð lífsins og við ætlum að gefa í sama anda. Þannig verður jafnvel lítil gjöf að stórri tilbeiðslu, þannig verður samskurðstastundin að framlengingu af brotningu brauðsins sem við gerum hér á eftir, og þar sem við minnumst hans sem gaf sig sjálfan fyrir líf heimsins. Hann tók burt synd heimsins að við mættum lifa. Faðir, við bara þökkum þér fyrir að við fáum að standa hér og þú býður okkur inn í þitt verk. Drottinn, við bara opnum hjarta okkar, við opnum veski okkar, við opnum bankaappið okkar og við viljum bara gefa, Drottinn, af því að þú gafst okkur allt. Drottinn, ég bið að þessi samskot mætti vera mikilvægt í þínu ríki. Ég bið blessun þeim til handa inn í komandi viku, Drottinn. Megið þú opna tækifæri, megið vera velvild þín og velvild ofan. Drottinn Guð, ég bara lyft upp þeim sem hafa mist ástvini, Drottinn. Ég bið að hugga og græða. Og Drottinn, ég vil líka lyfta upp bara íslenska landsliðinu. Megið vera góðu dagur í dag. Í Jesú nafni. Amen. Takk, Jesus. Við skulum halda fram. Yes, the world bow down to say you are God. Every man bow down to say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. King of glory, fill
place. I just want to be with you. I just want to be with you. Yes, the world bowed down to say you are God. Every man bowed down to say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. Sing hallelujah until you come again. I'll dance in your presence till you come again. So we'll sing hallelujah till you come again. And I'll dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence until you come again. We will sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. Just want 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 you. Nobody else will do. I just want you. 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 Just want you. Nobody else will do. I just want you. 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 Nobody else will do. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you, Jesus. Jesus. Nobody else will do. Nobody else will do. I
just want you. I just want you. I just want you. I just want you. I just want you. I just want you. Nobody else will do. Nobody else will do. I just want you. I just want you. I just want you, Jesus. I just want you. I just want you. I just want you. I just want you. Nobody else will do. Nobody else will do. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Syngja saman. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Halleluja, drottning, þú ert mér allt, halleluja. Ég tegna þitt nafn, halleluja, því að þú ert heilagur. Helgist þitt nafn, Jesús. Takk, Jesús. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Jesus, your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Helgist þitt nafn, Jesus. Þú ert trúfastur. Hallelujah. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Your name, oh Jesus. Oh, your name is higher. Your name, oh Jesus. Ooh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Takk Jesus, halleluja. Vi lover þig, drottinn Jesus. Vi tegnum þig, halleluja. Takk Jesus. Amen og amen. Amen. Þú getur kveikt á þessu. Brilliant. Halleluja. Og allir líðurinn sagði. Má ég sjá okkur rísa eins og fætur. Ég er búin að vera, já, akkurat, allir nema Magga. Hún er löglega afsökuð. Mér langar bara að segja ykkur svona örstutt. Ég er búin að vera að glíma við mikla flensu sem í sjálfu sér ekki frásögu færandi. Nema hvað, ég fundi hvað máttu Guðs fullkomnast í veikleika. Og þvílíkt bara traust að geta einhvern veginn halla sér upp á drottni þegar manni líður ekki vel. Og vinir, lofgjörð er ekki bara þessi hálftími eða 45 mínútur sem við gerum hér á sunnudegi. Lofgjörð er afstæð hjart okkar gagnvart öllum hlutum. Ég ætla að segja þetta aftur, lofgjörð er afstæða hjart okkar gagnvart öllum hlutum. Veikindum, erfiðleikum, gleði. Vitið, það kemur svo mikið í ljós hvað við virkilega eigum þegar hlutirnir eru ekki alveg eins og við viljum hafa þá. En þá er svo gott að geta hallað sér upp á drottn og sagt bara, drottinn, dýrðin er þín. Og líka vitandi það er annað sem ég er búin að vera að halda svo mikið í þessum veikindum. Það er það sem að stendur í sálmónum, ég man bara ekki alveg hvar. Það er eitthvað á þessa leið, á kvöldi gistur og skrátur, en það er gleðisöngur á morgni. Allt svona sem að við erum að gangi í gegnum tekur enda, og vinir, það er alveg sama, jafnvel þótt að taki ekki enda, Guð er ennþá dýrlegur. Guð er ennþá mikill og hann er stór og hann elskar okkur og hann ber mikið fyrir okkur. Má ég heyra amen? Þannig að mér langar bara til þess að hvetja þig áfram. Ef að þú ert hér í dag og þú ert kannski á stað sem þið langar í rauninni ekkert að vera. Prófaðu bara að gefa Guði dýrðina. Því að hann á skilið dýrðina alveg sama hvað. Hann er alltaf verður. Þannig að afstæða hjart okkar, gagnvart öllum hlutum, það er lofgjörð. Leyfum hjart okkar að lofa Guð í öllum kringumstæðum. Því að hann er góður.
Mér langar til þess að fá Aðalstein til þess að fá okkur aðeins sæti fyrir gau. Aðalsteinn, ef þú getur bara sagt okkur örstutt frá hvað þú ert að kynna hér í dag. Takk þennan mig og ég vil ekki smita. Það kveikt á honum, já, nú heyri ég að það heyrist í mér. Komið þið sæl og blessuð og stórkostlegt að fá að vera með ykkur hérna í lofgjörð. Og kom svo sterkt í mér áður þegar ég satt að ég fann allt í einu eins og mér liði að mér væri rosalega þungt yfir höfðinu. En þá fann ég hvernig í lofgjörðinni mér var svo létt yfir brjóstinu. Og ég finn og ég trúi því að það ég veit að þið eru öll eiginlega heimamenn hér. En hér einhver í dag sem að Guð langar að snerta sérstaklega við og umbreyta lífi í dag. Svo opni hjörtu ykkar fyrir Jesú og leyfa honum að snerta við ykkur. En þið þekki mig ekki, ég ekki heimamaður hér, ég gestur og takk fyrir að leyfa mér að koma þess hérna upp og ég ætla ekki að vera lengi, mér langar bara að segja frá okkur hver mín þjónusta í Guðs ríki. Búandi fyrir norðan milli Akureyrar og Mývatnssveitar á sveitabæi með konu minni, þar sem við búum ekki við þau forréttindi að geta gengið reglulega til Guðs hús og fengið að lofa hann með öðrum. En við viljum þjóna Guði. Og við þess vegna gefum út litla bók sem kannski mörg ykkar þekkja sem heitir Lykilorð á hverju ári, búin að gera það í 20 ár, en bókin 290 ára gömul vegna þess að hún kviknaði með sem hugmynd til að vera veganesti fyrir alla þá sem að kannski geta ekki alltaf alla daga farið og verið með öðrum trúuðum en þurfa að nærast. Og þetta svona lítil næring fyrir mann til að eiga heima, einn eða með fjölskyldunni, bara lítill konfektmóli úr Biblíunni á hverjum degi. Ég verð með til sölu fram og eftir og segja ykkur meira frá bókinni. Ég verð með til sölu á tilboðsverði Lykilorð 2026. 25 gefins með fyrir alla þá sem kaupa og ég á nokkur aukaeintök líka fyrir þá sem bara vilja ekki alveg vissu hvort þið vilja kaupa en vilja kannski prófa, byrja að nota strax. Maður þarf að finna takt hvar passar að hafa bókina svo ég gríp hana á hverjum degi og lesi orðið. Það birtist líka á X-inu, á Instagram, á Facebook, þannig að maður þarf ekki endilega að nota bók en það er gott að hvíla sig á þessum tækjum og jafnvel sækja í bókina. Aftast í bókinni er líka kóði þannig að maður getur líka sótt sér hann sem rafbók, verið með hann í símanum án þess að vera á miðlunum, heldur bara í bók sem maður er að grípa í og lesa og svo lesi hana líka upp og þannig að það er hægt að hlusta á hana líka. Það er svolítið smátt letriðinni en þetta er bara mjög stuttur texti, maður bara setur upp stækkunarglerið þegar maður er farin að missa sjón eins og karlmaður á miðaldra karlmenn gera, þá þurfum við að fara að lesa og nota gleraugun. En þetta er svo stutt og lítið, það geta allir gripið þetta og lesið. Dásamt að vera með okkur í dag, höldum áfram að lofa Guð og ég hlakka til að heyra hvaða boðskap við fáum í dag. Opnum hjarta okkar við því sem Guð vill segja við okkur. Takk. Alle minn, elska alla minn. Það er nokkuð ljóst að við ætlum að styrkja þetta framtak og við langar bara að gefa fyrir hönd Smárakirkju, þá ætlum við að styrkja þetta. Þannig að endilega styðjum þetta starf, ekki veitir af. Mér langar til þess að fá drengi minn hérna til þess að koma og segja nokkur orð áður en við fáum Kalum til þess að predika. Er hann ekki yndislegur drengur minn? Eitur. Abbi. Á ég að taka hennan eða? Eitur. Já. Flottur. Heyrið, ég ætla aðeins að tala síðustu kvöldmótið hérna. Bara 2 vers, en þau verða sennilega fleiri. Bara að koma hugmyndir. Ok, við erum að grípa niður í Jónasarguðspjall 13:33-34. Bara til að gefa ykkur smá innsýn, hann er búið að eiga sér staðið, Júdas er hann farinn, hann er búinn að standa upp og þið vitið hvað afleiðingar það fyrir með sér. Leiðir að stað síðustu svona aðdraganda göngu Jesú hér á jörðu. Ok, orðum þetta svona, hann sveik hann. Já. Og samt fínt fyrir okkur að vita, þegar ég segi boðorð trúarinnar, þá er ég ekki að meina boðskap okkar trúar. Það eru margir sem ruglast þarna á milli, sko.
Þeir halda, já, ok, boðskapur minn trúar að elska náungan. Það er ekki þannig og það virkar ekki þannig, sko. Við förum ekki inn í himnaríki út frá því við elskum alla, sko. Við förum í himnaríki vegna þess að Jesú var hinn fórnlausa, hann var hinn fullkomna fórn og tók á sig syndir okkar. Og þess vegna getum við staðið réttlátt frammi fyrir Guði vegna þess hvað hann gerði fyrir okkur á krossinum. Hann var að gera syndir mín vegna til þess að ég geti verið leiddur réttlátur fyrir honum. Fyrir Guði minna ég. Ok? Brjótum þetta niður í 33-34. Börni mín, stuttastund mun ég vera enn með ykkur. Þér munu leita mín, eins og ég sagði gyðingum, segi ég ykkur nú. Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Bíddu nú við. Börni mín, stuttastund mun ég vera enn með ykkur. Þér munu leita mín, eins og ég sagði gyðingum, segi ég, bíddu, voru ekki allir gyðingar eða? Þetta okkur Jesús segja þessa setningu. Þetta voru allt Ísraelsmenn, þetta voru allt Hebrear. Af hverju Jesús notaði þarna börni mín? Ef þú hugsaðir það í smástund, Jesús kallar aldrei lærisveina sína gyðinga. Það er nefnilega málið, sko. Þegar hann notar orðið gyðinga, þá hann að nota yfir yfir elítuna í Ísrael. Þá notar hann gyðinga, hann notar orðið gyðinga til dæmis þegar hann að lýsa bara farisegingum og sadúkum, þá notar hann orðið gyðinga fyrir þeim. Það voru gyðingar. Eða þú veist, hann notar orðið gyðingar yfir þessa ákveðna hópa. Hann notar ekki gyðinga yfir lærisveina sína. Hann notar orð yfir lærisveina sína, hann notar á vini, Jóhannes 15:15. Hann kallar á bræður. Hann kallar á í Mattheus 28:10, þegar hann upprisinn, þegar engillinn sagði við konunnar. Og þá segir Jesú við konunnar, segi allum bræðurum mínum. Svo kallar hann á böddi sín hérna. Hann kallar á postula, en aldrei gyðinga. Þetta mjög magnað, sko. Svo segir hann, 34. vers. Nýtt boðorð gef ég yður, að þér eiga að elska hvert annað. Myndu, þetta er síðasta kvöldmáltíðin, nýtt boðorð. Hann ekki að bæta við. Þetta fer ekki úr því að vera 613 boðorð yfir í 614. Nei, nýtt boðorð undir nýja sáttmála. Nýji sáttmála var ritaði daginn eftir yfir blóð hans nýji sáttmáli ritaður. Eins og ég hef elskað ykkur, þannig skulu þið elska hvert annað. Gætu þið svara mér, hvað hugsið þið heyrið þessa setningu, Jesú elskar ykkur? Allir sammála þar? Já. Bara, ég get ekki verið meira sammála ykkur. Það ekkert rangt við þetta. Ég ekki að benda á þetta til þess að segja að það sé eitthvað rangt við að hugsa þetta. Alls ekki. Það ekkert rangt við þetta. En hann segir, eins og ég hef í fortíð elskað ykkur. Hann skulu þið núna elska hvert annað. Þá voru við að spyrja okkur, hvernig elskaði Jesú lærisveina sína? Hann tók við þeim eins og þeir voru. Hann fyrirgaf þeim. Hann gaf tilgang í lífið. Það var ekki eins og þeir voru gáfustu menninir eða flottustu menninir í heiminum. Pétur í Jónasi 6:62, þegar Jesús spyr hann, af hverju fylgir þú ekki bara þeim sem að fara? Hann sagði, ég hef ekkert annað. Þú hefur gefið mér allt. Hann gaf tilgang í lífið. Hann gaf þeim eitthvað sem var þess virði að lifa fyrir og deyja fyrir. Hann gaf þeim, postulasagan, hann var farinn í öðrum kafla að fara að segja við alla gyðingana. Þeir krossfestu drottinn dýrðarinnar. Hann gaf tilgang, þeir öllu að fylgja honum, sama hvað. Og þeir fylgdu honum þannig að þeir voru þess virði að lifa fyrir og deyja fyrir Jesú. Það var tilgangur sem hann gaf þeim. Við getum tekið þetta lengra, Rómverjabréfið 13:8, þú skuldar engu neitt, þú skuldar fólki bara kærleika. Fyrra Korinthubréf 13, það dásamlegu kafli, sko. Það segir Páll bara, þú hafir þetta allt. Þú getur á tungum, þú getur flutt spádóma við fólki, þú getur verið með lækningagáfu, þú getur haft alla þekkingu sem til í heiminum, en ef þú hefur ekki kærleikann, þá ertu ekki neitt. Það ekkert á bak við þetta, þetta bara innantóm. Svo segir hann, nú væri von, trú og kærleikur. Að þessi þrennu hvað? Kærleikurinn mestur. Halleluja.
Takk, Jesús, að þú gafst okkur þetta eina boðorð og þú gerðir að verkum að við getum haldið þetta. Það geta komið fólk og spurt okkur, hvernig eigum við að halda þetta? En með alveg kærleika sem þú sýndir okkur á krossinum, þá er þess virði að fylgja þessu boðorði, Drottinn minn. Þú fyrirgafst mönnunum á krossinum og þú sagði, Faðir, fyrirgefðu, þeir veit ekki hvað að gera, Jesús. Geðu okkur þessa von í þér, Jesús, að við getum að við fáum þessa von í hjart okkar að eilíðinu framöndan. Þessi von bregst okkur aldrei, því að kærleikur þinn streymir inn í hjört okkar, Jesús. Ég bið, Drottinn minn, að það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þín nafni, þar ert þú mitt á meðal okkar, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að þú gafst okkur þetta eilífa líf, eilífa frelsi í þér, Jesús. Golgata er allt saman, Jesús. Þú kláraði verkið þar, Jesús. Þú segir að það er fullkomnað, Jesús. Ég bið, Drottinn minn, og allir okkur göngu að gefa þér dýrðina. Ég bið fyrir Kalum þegar hann talar eftir að meiri smyrja varir hans á tungu. Ég bið fyrir Hilmari þegar hann túlkar smyrð hans varir á tungu, Jesús. Og ég bið bara, Drottinn minn, að við fáum opinberuna skilning á fagnaðarundinu þig, Jesús. Og allir okkar göngu að minnast þess hvað þú gerir fyrir okkur á krossinum. Og við bara bið, Jesús, og allir okkar göngu að gefa þér dýrðina. Í Jesú nafni, amen. Good afternoon. Góðan daginn. Góðan daginn. Þetta reddast. Þetta reddast, já. Everything's gonna be all right. Þetta fer allt vel. Okay. Let's pray. Skulum biðja. Heavenly Father, we thank you for this day. Drottinn, við þökkum þér fyrir þennan dag. We thank you that you brought each one of us here today. Þakka þér fyrir að færa okkur öll hingað í dag. And you have a message for each one of us. Og þú ert með skilabóð til eins og sérhvers okkar. Speak through Hilmar and myself today, Father. Talaðu gegnum Hilmar og mig í dag. Use us as your vessels. Nota okkur sem þín ker. Seed our lips with your call. Smurðu varir okkar með þinni köllum. That we would only say what you once said. Að við segjum aðeins það sem þú vilt að sagt er. As you wanted said. Eins og þú vilt að þessi sagt. In Jesus' name. Í Jesú nafni. For your glory. Fyrir þína dýrð. Amen. 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 We live in interesting times. Við lifum á áhugaverðum tímum. To say the very least, we live in very interesting times. Við lifum á mjög áhugaverðum tímum. And it's very interesting because God woke me up in the early hours of Thursday morning. Guð, hann vakti mig upp snemma á 5. Before I knew I was preaching today. Áður ég vissi að ég ætti að predika í dag. But obviously he knew I was going to. En augljóslega vissi hann að ég ætti að gera það. And he led me to Jeremiah 29. Og hann leiddi mig að Jeremía 29. Verse 10 through 12. Vers 10-12. And I'll summarize it. Og ég dreg þetta saman. So Israel has been in Babylon about 70 years. Þannig Ísrael búinn að vera í herleiðingu í Babylon næstum 70 ár. And God is speaking to Jeremiah the prophet. Og Guð að tala til Jeremía, spámannsins Jeremía. And he says, when 70 years are complete for Israel in Babylon, I will visit you, God says. Og Guð segir að eftir 70 árin þá mun ég heimsækja eða vitja þar. He will fulfill his promise and bring them back to their place. Og hann hafði lofað þeim að hann myndi færa þá aftur í heimalandið. For he knows the plans I have for you, declares the Lord. Því að hann segir, ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður. Plans for your welfare, not for evil. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. To give you a future and a hope. Að veita þér vonaríka framtíð. Then you will call upon me. Og þá munu þér ákalla mig. And come and pray to me. Og fara og biðja til mín. And I will hear you. Og ég mun bænheyra yður. As I read this, þegar ég las yfir þetta, the words that hit my heart like a two-edged sword. Orðin sem að skárust í hjarta mitt eins og tvíeggja sverð. Come and pray to me. Komdu og biddu til mín. You see, in this time we find ourselves in right now in the world, á þessum tíma sem við finnum okkur í heimi þessum, it's imperative that we know our God.
þá mikilvægast að við þekkjum okkar Guð. Eternal life is this, that we know the Father and the one whom he has sent, Jesus said in John 17. Í Jóhannes 17:3 þá segir hann þetta hið eilífa líf, að þú þekkir Guð og þann sem hann sendi, son sinn Jesú Krist. And in Matthew 7:21-23 we see a caution. Í Mattheus 17:23 og þá sjáum við hluta af þessu. They were praying and casting out demons in my name. Og þeir voru að reka út illa anda í nafni Jesú. And Jesus turned around and said to them, depart from me, I know you not. Og hann sagði, víkið frá mér, ég þekki ykkur ekki. You see, it's not a time for us to be shy and back-footed. Það ekki okkar tími til þess að vera feimin og afturhaldssöm. But for a time for us to push into the personal relationship with the living God. Heldur tími til þess að pressa inn í þetta samfélag, persónulega samfélag við Guð. For with him all things are possible. Því að með honum allir hlutir mögulegir. Amen. But we need to know him. En við þurfum að þekkja hann. It's not good enough just to know about him. Það ekki nóg að bara vita hann. So let me ask you a question. Og leiðu mér að spyrja þau spurninga. Large majority here, I'm guessing, are Liverpool fans. Ég veit að það nokkur í Liverpool áhugamenn hér. I feel sorry for you. Ég bara vorkin ykkur. But if I had to say to you, do you know who Cody Gakpo is? Vitið þið hver Cody Gakpo Yeah. Já. He's a 26-year-old Dutch national player. He came from the PSV Academy. Hann 26 ára hollendingur, kom frá PSG. He's now a Liverpool player in the Premier League. Og hann spila með Liverpool í ensku deildinni. He scored 3 goals this season so far and 2 assists. Hann búinn að skora 3 mörk og 2 stóðsendingar. We know a lot about him. Við þekkjum ýmislegt hann. But do we actually know him? En þekkjuru hann? And this is the transition I feel God wants us to make. Og þetta viðskiptin eða umsnúningur sem ég trú að Guð vilja að við gerum. From knowing about him. Að vita hann. To having a personal relationship with him. Yfir í það að eiga persónlegt náið samfélag við hann. He's made it possible. Hann hefur gert þetta mögulegt. God didn't send his son Jesus Christ to die on the cross for some religions. Guð sendi ekki Jesú á krossin til þess að uppfylla einhverja trúarbragðaskyldu. He sent his son to come and make a way that we can enter back into fellowship with him. Hann sendi son sin Jesú Kristus að við getum eignast veginn heim aftur í samfélag við Guð. Yet we still keep our distance. En samt við alltaf með þessa fjarlægð á milli okkar. And he's saying no. Og hann að segja nei. Come close. Komdu nær. It's time. Tími til kominn. So, þannig að there's a few ways in which we can get to know God. Það ýmsar aðferðir sem við getum lært að þekkja Guð. One of them is in the Word. Ein leiðin eða aðferðin í orði hans. We read our Bible. Við lesum Biblíun okkar. It's very easy. Mjög auðvelt. Jesus is the Word, we see in John 1:1-5. Jesus orðið eins og segir í Jónasarguðspjalli 1:1. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. He, Jesus, was with God in the beginning. Í upphafi var orðið á Guð og hann var með Guði frá upphafi. He's creating a way for us to have a personal relationship with him through the Word. Þið sjáu þarna farvegurinn sem okkur veittur til þess að eiga beint samfélag við Guð í gegnum orðið. Yet we see in Corinthians there's a caution. En í Kórinthubréfinu sjáum við varnarorð. That knowledge can puff up. Að vitneskjan eða þekkingi getur blásið menn upp. But love puffs up. But love builds up. En kærleikurinn hann byggir upp. You see, we are to learn and study the Word. Við eigum að læra og nema orðið. Not to give us some fantastic intelligence. Ekki til þess að fá okkur að yfirmáta svona yfirhyggju eða vera eitthvað ógeðslega klár. But that we would get to know the living God through. Heldur að við mættum læra að þekkja Guð. So when we are reading the Word. Þannig að þegar við erum að lesa orðið. Please do it in a prayerful manner. Gerið það á tilbiðjandi hátt. Asking the Father as you read it, what are you saying to me about you? Að þegar þú ert að lesa, spurðu föðurinn, hvað ert að segja til mín eða mig? Because the scary thing is, as you get to know the Father and the Son, því að það ókvæðanlega að þegar þú byrjar að læra að þekkja föðurinn og soninn,
so you get to know who you really are. Þá ferðu líka að komast að því hver þú í raun og veru ert. We only get to know who we are when we start to see who the Father is. Við lærum aðeins að þekkja okkur sjálf leið og við lærum að þekkja hver föðurinn er. And at these points and these times in this world, Og á þessum tímapunkti í heiminum, we need to know who we are in Christ. þá þurfum við virkilega að vita hver við erum í Kristi. Otherwise, we can get tossed to and fro. Annars bærust við fram og aftur eins og ykkur sjávaralda. We need to know the authority with which we have, Við þurfum að þekkja yfirvaldi sem við höfum. that we can stand upon it. Og við getum staðið styrkum fótum. Tell him, get behind me, Satan, Og við getum sagt, vík burt frá mig Satan. in Jesus' name. Í Jesú nafni. You see, if we don't know who we are because we don't know who our Father is, Þegar ef við vitum ekki hver við erum að því við þekkjum ekki föður okkar, we have a problem. þá vandamál fyrir höndum. We can be tossed to and fro. Og þá getum við bærst til og frá eins og ykkur sjávaralda. Other ways that we can get to know our Father Á annan máta sem við getum lært að þekkja föður okkar, is being with other believers. það að eiga samfélag við aðra að trúa það. I'll encourage you as Hebrews does. Og Hebreabréfið hvetur okkur til, Hebrews 10:23-25. í Hebreabréfinu 10:25, Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is in the habit of some, but encouraging one another, and all that more that you see the day is drawing near. það segir, gefum gætur, höldum fast við játningu vona voru án þess að kvika, því að trúr sá sem fyrirritið hefur gefið. Gefum gætur hvert á öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Vanrækið ekki safnaðarsamkomiðar eins og sumraði síður, heldur uppörfið hver annan. Og það því fremur sem þér sjáið að dagurinn færist nær. Amen. Amen. You see, we need to come together. Við þurfum að koma saman. And the next point on my list, which we'll get to, is sharing our faith. Og það næsta atrið sem ég skrifaði niður að deila trú okkar. But it's important that we're able to do both. En það mikilvægt að við getum gert hvort tveggja. To be able to share our faith in the public place, Að geta deilt trú okkar í almannarýminu. but that's not good enough if we're forsaking the gathering of the saints at our local church. En það gengur ekki alveg upp ef við vanrækjum safnaðarsamkomur okkar. Because we are one body. Þegar við erum einn líkami. Many parts, one body. Margir hlutar, einn líkami. And if you're called to fulfill a certain part in the body, Og ef þú aftengdur ákveðnum hluta líkamans, which we all are, sem við öll erum, otherwise God wouldn't have put you in this body. annars væri Guð ekki að setja þið inn í þennan líkama. He would have put you in a body in which you've got a part to play. Og þá myndi að setja þið í annan líkama sem þú hefur annan hlutskipti að leika. So if we are forsaking the gathering of the saints, Þannig að ef við erum að vanrækja safnaðarsamkomur okkar, then the body's lacking. þá skortur í líkamanum. Because you're not there to fulfill the part that you're called to fulfill. Af því að þú ert ekki til staðar til þess að uppfylla þann þátt sem þú ert kallaður eða kölluð til þess að uppfylla. You're not outworking your purpose in the local church. Þú ert ekki að vinna út tilgang þinn inn í hinni staðbundu kirkju. You might be leading many people to the Lord outside of the church. Þú getur vel verið á þessu að leiða fullt af fólki til trúar fyrir utan kirkjuna. Amen and excellent. Á amen og frábært. But we're also called to fulfill our calling and purpose in the local En church. við erum líka kölluð til þess að uppfylla köllun okkar innan kirkjunar. And iron sharpens iron. Járn brýnir járn. We sharpen each other. Við skerpum hvort annað. We learn from each other. Við lærum frá hvort öðru. And we grow up and mature together Og við vöxum og þroskum saman as one body. sem eitt líkami. And we are told to encourage each other Og okkur sagt að uppbera hvort annað. with songs and psalms and hymns and spiritual words. Með söngum, sálmum og andlegum ljóðum. How are you going to do that if you don't come together? Hvernig ætlar að gera það ef þú mætir aldrei á staðinn? We can't. Það ómögulegt. It's just not the same when I'm sending a message. Það ekki það sama ef ég bara að senda textaskilabóð. I've got to learn how to send these voice texts. But Ég þarf að I'm læra, still getting there. ég þarf að læra að senda svona talskilabóð. So, we're encouraged to share our faith as well. Þannig að við eigum að deila trú okkar líka. We learn and we understand our Father in Jesus Christ when we start to publicly declare our faith for Him. Og við
þegar við getum deilt trú okkar hver föður okkar See, we were purchased with the blood of the Lamb. Þið sjáum að við vorum dýru verði keypt með blóði lambsins. We are called to be light and salt. Við erum kölluð til að vera ljós og salt. We are called to be a lamp on a lampstand. Við erum að vera lampi sem settur efst á ljósastikuna. Not hidden away. Ekki falin einhvers staðar undir rúmi. And Psalm 96:3 tells us. Í Sálmi 96:3 says, declare his glory among the nations and his marvelous works among all peoples. Segið frá dýrð hans meðal þjóðana, frá dásemda verkum hans meðal allra líða. Yes. Amen. Já. We are called and instructed to proclaim his glory. Okkur fyrirskipað að tala og tilkynna dýrð hans. Tell of his marvelous works to all the people. Segja frá dýrð hans meðal þjóðana, frá dásenda verkum hans. There's not one person sitting here today that God has not touched and changed. Það ekki ein manneskja sem situr hér í dag sem að Guð hefur ekki snert við og umbreytt. There's one thing that people can't argue with. Það nokkuð sem að engi getur kvartað yfir eða andmælt. Your testimony. Það vitnisburðurinn þinn. How God has changed you. Hvernig Guð hefur breytt þér. As God has come through for you. Hvernig Guð hefur aldrei brugðist How þér. God has provided for you. Hvernig hann hefur séð fyrir þér. How God has opened the door for you. Hvernig hann hefur opnað dyr fyrir þér. How God has provided peace for you. Hvernig hann hefur gefið þér sinn frið. How God has done everything I need for life and godliness I have in his son. Allt það sem að þú þarft til guðrækisins lífs, það hefur í syni hans. Your story Sagan þín is your testimony. Vitnisburðurinn þinn. And we see in Revelations 12, Og í Opinberunarbókinni 12. kafla sjáum við, verse 11, í 11. versi, and they have conquered him by the blood of the Lamb og þeir sigruðu hann fyrir blóð lambsins and by the word of their testimony. og fyrir orð vitnisburðarins. For they loved not their own lives even unto death. Því að þeir elskuðu ekki svo þeim eigði lífið. Wow. Wow. I didn't know my testimony was so important, Ég vissi ekki að vitnisburður minn væri svona mikilvægur. but it is. En hann það. And it's good that we know it, Og það gott að við vitum það. that we reflect on it, Að við hugsum það. so we know what God can do and has done, but can do in the future. Ekki bara hvað Guð hefur gert, heldur hvað hann mun gera og getur gert í framtíðinni. Amen. Amen. So I'm going to skip to number 5, which is number 4 actually, but anyway, let's go. We are blessed with the helper, the Holy Spirit. Ég hoppa hérna aðeins yfir en við erum blessuð með hjálpara, heilugum anda. Amen. Jesus said he would send him to us in John 14:26. Í Jóhannes 14:26 þá lofaði Jesús að senda hann til okkar. I'm going to read from my wife's favorite translation. Ég ætla að lesa úr uppáhaldsþýðingu konuna minnar. It's called the Amplified Version. Og það svokölluð amplified eða mögnuð lýsing á textanum. But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf, he will teach you all things, and he will help you remember everything that I have told you. En hjálparinn, huggarinn, lögfræðingurinn þinn, fyrirbiðjandinn, ráðgjafið þinn, sá sem styrkir þig og sá sem stendur alltaf með þér, heilagur andi sem Faðirinn mun senda í mínu nafni, í minn stað, til að vera málsvari fyrir mig og framkvæma í mína þágu. Hann mun kenna ykkur alla hluti og hann mun hjálpa þér að muna allt sem að ég hef sagt yður. Amen. So Jesus sent us the Holy Spirit Þannig að Jesús sendi okkur heilagan anda to help us to know him and the Heavenly Father. að hjálpa okkur til þess að þekkja hann og föður okkar. And Romans 8 tells us that the Holy Spirit comes to help us in our weakness. Og í Rómverjabréfinu 8. kafla þar segir að heilagur andi hann hjálpar okkur í veikleik okkar. Yes.
When we don't know what to pray or to offer or how to offer it as we should, but the Spirit knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. Rómverjabréfið 8:26. Þannig hjálpar á andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. Amen. It's amazing. Þetta undravert. So even when we don't know how to pray, Jafnvel þegar við vitum ekki hvernig við eigum að biðja, God has made a way. þá Guð búinn að búa farveg. We just start praying in the Spirit. Við byrjum bara að biðja í heilögum anda. And the Spirit knows within us what we need to pray. Og heilagur andi í okkur veit hvers við þurfum að biðja. And Spirit to Spirit, we are connecting with our Heavenly Father. Og andi til anda, þannig erum við tengd himneskum föður okkar. And He knows all truth. Og hann þekkir allan sannleikan. So we have no excuse Þannig að við erum án afsökunar. because we have the Holy Spirit within us. Af því að við höfum heilagan anda í okkur. And we also receive the Holy Spirit. Og við höfum meðtekið heilagan anda. We will receive power Og okkur hefur hlotnast kraftur. to be witnesses. Til þess að vera vitnisburður. To be witnesses. Til þess að vera vitnisburður. To share our testimony. Til þess að deila okkar vitnisburði. The Holy Spirit helps us. Heilagur andi hjálpar okkur. We're also told to worship in spirit and truth. Og okkur sagt að tilbæði anda og sannleika. And we're given a warning in 1 Thessalonians 5:19. Í fyrra Þessalóníkubréfinu 1:19. 1:5:19. 1 Thessalonians 5:19. Say 1 Thessalonians 5:19. Very short verse. Stutt vers. Do not quench the Spirit. Slökkvið ekki andan. If you find yourself feeling alone, Ef þér finnst þú vera einsamall eða einsumul trace back in your heart and thoughts, og ert að rúlla í alls konar hlutir í huganum, when did I last feel His presence? hvenar upplýði síðast nærveru hans? And get back there as soon as possible. Og komdu þér þangað eins fljótt og undir. We're not asked to live this life on our own. Við erum ekki tilskipuð til þess að lifa þessu lífi á eigin vegum. It's dangerous for us to try to live this life on our own. Það bara hættulegt að reyna að lifa þetta á eigin forsendum. We need the Holy Spirit. Við þurfum heilagan anda. We need His revelation, we need His guidance, Við þurfum opinberun hans og leiðsögn hans. and we need to keep in step with the Spirit. Og við þurfum að vera í takt við heilagan anda. Don't be foolish enough to think you can run ahead. Og vertu ekki svo mikill fávita og heldur og getur hlaupið á undan. That's when you will stumble and fall. Og þú munt bara reka tanna í stein og falla. So, we need to spend time in prayer, Þannig að við þurfum að eyða tíma í bæn. especially in these days. Sérstaklega á þessum tímum. And how should we pray? Og hvernig eigum við að biðja? Matthew 6 tells us, go into your room and pray in secret. Mattheus 7. kapli segir okkur, farð inn í herbyggið, lokaðu hurðinni og byttu í einrúmi. Don't even just go into your room. Close the door behind you. Hann segir ekki bara farin í herbyggið, hann segir lokaðu dyrunum á eftir þér. Or as Jesus did it, Jesús gerði þetta þannig. He would withdraw to desolate places and pray. Luke 5:16. Í Lúkas 5:16 þá segir að Jesús hann dró sig á afskekkta staði. Mark 1:35 says, and rising very early in the morning. Og Markus 1:35. 1:35 segir að hann reis árla morguns. While it was still dark, he Það departed. var enn myrkur og hann tók sig afsíðis. And he went out to a desolate place and there he prayed. Og hann fór afsíðis og baðst fyrir. Or in Matthew 14:23, Í Mattheus 14:23, after he dismissed the crowds, eftir að fjöldinn hafði farið frá honum, he went up to the mountain by himself to pray. þá fór hann einn upp á fjallið til bæna. Now I know that early mornings is not for everybody. Ég veit að morgunstundunar ekki fyrir alla. But the important thing is that you seek out quiet, alone time with Jesus. En mikilvægi liggur í því að þú eigir þér enga frátekna stund með You Guði. need to have me and him time. Það þú og hann tími.
As much as I want to encourage husband and wives or partners and whatever to pray, Og eins mikið og ég vil uppörfa hjón að biðja saman, you need one-on-one time. þá þurftu líka svona maður og mann bara auglítið til auglitis við Guð líka. The author Richard Foster says Richard Foster, rithöfundur, segir that in silence there is the potential to create the emotional and spiritual space which allows Christ to construct the inner sanctuary in the heart. Það segir, í hljóðinu, þegar það hljóðbært, þá möguleikinn til þess að skapa tilfinninglega næmni og andlegan stað sem að leyfir Kristi að móta innri musteri hjartans. You see, we need to create that space Við þurfum að hanna þennan stað. where it's just the two of us, Það sem bara, þú ert bara auglítið til auglítis. where we can be intimate, Það sem þú getur verið náinn. where we can be very personal. Það þú getur deilt mjög persónlega. And I'm not talking about you being quiet. Ég ekki að tala að þeir að hafa bara hljótt. That's not what I'm saying. Það ekki það sem ég að segja. I'm saying it's just the two of you, Það bara þú og hann. where you are open and Jesus is open to express each other as you're comfortable to do. Og það sem þú ert í öryggi að geta tjáði bara eins og þörf krefur. My one-on-one times with Jesus is not always quiet. Og mínir engar tíma með Guði ekki alltaf hljóðlátir. There's been a few times where my wife said, we don't want the neighbors to hear, sir. Og það hafa verið nokkuð skipti sem að kona mín bankar í mig og segir, heyrðu, þú vilt ekki að nágrannar heyri þetta. So we need to understand it's just you time. Þetta bara svona þinn tími með Guði. So how do we come to prayer? Hvernig mætum við til bæna? We need to come as we are. Við þurfum að koma eins og við erum. Don't pretend. Ekki í einhverju þykistuleik. God knows what you're going through. Guð veit nákvæmlega hvað þú ert að fara í gegnum. He knows everything you need before you even ask. Hann veit hvað þú þarft áður biður. But by us being real with him, En við bara vera raunveruleg og heil gagnvart honum, it creates the environment where he can be real and honest with us. þá myndast andrúmið þar sem að hann getur verið raunverulegur fyrir okkur. If we come there walking on eggshells, Ef við komum tiplandi á tánum trying to keep all our skeletons hidden in the closet, og erum að fela allar beinagrindunar okkar inn í skápnum, what's God going to do? hvað heldur að Guð geri? He's going to be gentle too. Hann mun vera varfær. But if we come open and honest, Ef við komum opin og heiðaleg, we confess our sins with him. við játum syndir okkar frammi fyrir honum. We confess our struggles to him. Við játum bara strögglið fyrir honum. We invite him to come and change us. Við bjóðum honum velkomin að umbreyta okkur. Then suddenly our lives are transformed from the inside out. Og þannig byrja líf okkar að umbreytast innan frá og út. Because we're not pretending anymore. Af því að við erum ekki í neinum þykistuleik. It's not a fake relationship. Þetta ekki eitthvað gerfisamband. It's sustained and built on the rock, Jesus Christ, who is truth. Þetta byggt á horsteininu Jesú Kristi. For he is the way, the truth, and the life. Því hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Don't pretend with God. Það ekki hægt að vera í þykistuleik með Guði. The only person you're mocking is yourself. Eina manneskja sem þú ert að hæðast að þú sjálfur. We're coming to the altar. Við erum að koma að altarinu. And we are the living sacrifice. Og við erum lifandi fórnin. Coming to lay our life down. Það sem við leggjum líf okkar niður. Say, here I am, God. Þú segir, hér ég Guð. Change me. Breyttu mér. If we're not coming like this, Ef við erum ekki að koma í þessu ástandi, I can tell you now, ég get sagt þér að hér og nú, you're going to walk around the mountain. þú munt bara fara hring eftir hring í kringu sama fjalli. You're going to walk around the mountain. Þú munt bara fara aftur sama hring eftir hring yfir kringu fjalli. So there's a willingness Þangað til það viljugt hjarta to be changed. til þess að umbreytast. We're coming into his courtroom. Við erum að ganga inn í forgarða hans. He's the loving father. Hann hinn elskandi faðir. He knows us personally and intimately. Hann þekkir okkur persónulega og náið. And he wants the very, very, very best possible for our lives. Og hann vill bara það allra mögulega besta fyrir líf okkar. So when we pray, Þannig að þegar við byggjum,
Rejoice always. Þá erum við að fagna í sífellu. Pray without ceasing. Biðja án afláts. Because yes, we have the quiet time in the sanctuary, in the inner room. Jú, vissulega við eigum þennan hljóðláta augliti til auglitis tíma. But we are called to pray without ceasing. En við erum kölluð til þess að biðja án afláts. So as we are living out our lives every day, Og við erum að lifa út líf okkar dag hvert. driving in the car, Við erum að keyra í bílnum okkar. standing in the queue at the supermarket, Við erum í röð í bónus. sitting in a meeting trying to figure out what's going wrong. Og við erum á okkur fundi og reyna að fatta hvað eiginlega í gangi. Perfect time to be praying. Þá fullkominn tími til þess að Praying vera in í the bæn. tongues, Biðja í praying in the tungum, spirit, biðja í andanum, asking God. biðjandi Guðs. You see, when we pray in the storm as well. Og þegar við biðjum þá biðjum við í miðjum storminum líka. And we sit there and say, oh, why do storms have to happen to me, Callum? Og við erum ekki að spyrja okkur, akkur alltaf stormur að gerast í lífi mínu? Let me clarify any myth for you. Leið mér aðeins að bara ganga og skugga einhverja mystík í þessu. God doesn't take us into a storm Guð fer ekki með okkur inn í storm so that he can figure out where we're at in life. til þess að hann geti komið staði hvar þú ert stattur í lífinu. He allows situations and circumstances to come Hann leifir kringustæðum að koma that we know ourselves, að við þekkjum okkur sjálf. what our character flaws are, Sjá hver okkar misbrestir í karakter eru. what needs to be changed in our life. Hvað þarf að umbreytast í okkar lífi? You know, the olive has to be crushed to produce the oil. Það þarf að kreista ólífuna til þess að fá ólífuolíu The grape gets crushed to produce the vine. og vínberið er kreist til þess að búa til gæða vín. So God uses situations and circumstances to show us Þannig notar Guð kringustæður til þess að sýna okkur what still needs refined in our life. hvað þarf að fæja og fegra í líf okkar Because he loves us. af því hann elskar okkur. And we think we are doing wonderful. Þegar við höldum að við séum alveg frábær And your wife's saying, ha ha ha. og konaðinn lítur á og segir, já, einmitt, But God knows us. en Guð þekkir okkur. And I tell you, the hotter the fire, Því heitari sem eldurinn er, the purer the metal that comes out. því skýrara verður silfrið sem kemur út. That's why James tells us. Þess vegna segir Jakobsbréfið, Oh, let me try and remember this. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let the steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Jakobsbréfið, fyrsti kapli, annað vers, álítið það bræður mínir eintómt gleðiefni, þið ratið í ýmiss konar raunir. Þér vitið að trúar staðfesta vekur þolgæði. En þolgæðið á að birtast í fullkomnum verki til þess að þér séð fullkomnir og algjörir og yður sé í engu ábóta vant. Amen. 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 You see, we have to go through the storms and the Þið sjáum trials við verðum að fara í gegnum stormana and the situations and the circumstances. og raunirnar og kringustæðurnar. Because that's how we get refined and become more like Christ. Því þannig erum við fáuð og drossið fer úr líf okkar. And God uses all sorts of things to do that. Og Guð notar alls kyns hluti til þess að gera þetta. For some of us, it might simply be traffic in the morning. Og fyrir suma þetta bara umferðin á morgnana. You're driving along the, oh, really? Og þú ert keyrandi þarna alveg bítandi á jaxlum. God's saying, you still need a bit more patience, Caleb. En Guð að segja kannski, vantar ekki bara smá þolgæði. It might be people. Kannski ertu önugur eða önug við fólk. It might be a change in work circumstances. Kannski breyttar vinnuaðstæður. But it's for our benefit. Þetta í okkar þáu. Wants to change us. Hann vill umbreyta okkur. Now, if we have time, we'll look at Matthew 6. Kíkjum ég aðeins í Mattheus 7. kapla. And I was reading this, the Lord's Prayer. Og þetta Faðir vorið. And actually I felt God encourage me. Og mér fannst Guð vera að uppörfa mig. That this is not just a prayer that we need to recite. Þetta ekki bara bæn sem við þurfum að fara með svona utanbókar.
It's a blueprint for how we should be praying. Heldur þetta grunnteikningin af því hvernig við eigum að biðja. Our Father in heaven, Við segjum, Faðir vor þú sem ert á himnum. so we are praying to our Father. Þannig að við erum að biðja til föðurins. We are praying, God the Father. We are praying to our Father. Við erum að biðja til föður okkar. This is the relationship there and the tone in which we are praying in. Þetta samfélagið og tónnin sem við eigum að biðja í. Between a father and a son or a father and a daughter. Milli föður og sonar eða föður og dóttur. And hallowed be your name. Helgist þitt nafn. So you be exalted, you be glorified, you are holy. Þannig að Guð verði upphafinn, hann heilagur, hann dýrlegur. And it's with that attitude that we are coming in to pray. Og það með þessu viðmóti sem við komum til bæna. That he is holy and righteous. Að hann heilagur og réttlátur. His kingdom come. Að hans ríki komi. His will be done. Að hans vilji verði gerður. So I'm coming in, I'm saying, I'm laying it all down. Þannig að ég kem inn og segi, ég legg allt til hliðar, surrender legg allt all. niður. Ég gefst öllu. You see, I can come in with my list. Ég get komið til bæna með minn lista. I need a new car, Lord. Ég þarf nýjan bíl. I would really like a new job. Ég held ég þurfi nýja vinnu líka. I'd like a new purpose in the church. Og ég myndi vilja fá okkar nýtt verksvið í kirkjunni. My wife needs a bit more patience. Og kona mín þarf meira þolgæði. Wonderful. Já, frábært. But it's not my will, but your will be Það ekki done. minn vilji heldur verði þinn vilji. So we come in and we open ourselves as to what does God want us to pray for. Þannig að við komum með þessu viðmóti, hvað vill Guð að við biðjum fyrir? Your will be done on earth as it is in heaven. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. How are you going to use me, Father, to outwork your will on earth? Hvernig ætlar að nota mig, Guð, til að gera þinn vilja hér á jörðu? I'm available, God. Ég aðgengilegur, Guð. Give us this day our daily bread. Gef oss í dag vort daglegt brauð. And we recognize that God is the provider for all we need, Og við gerum okkur grein fyrir að hann sér fyrir öllum okkar þörfum. both in the physical Bæði í hinu líkamlega and the spiritual. og hinu andlega. It's not just that it's a spiritual thing. He's going to give me a scripture I'm going to read every day because I get a daily devotional now. Þetta ekki bara andlega, hann gefur mér eitthvað biblíuverð sem ég get bara hugleitt daginn út og inn. Every day my app sends me a new verse I need to read. Og ég alltaf að læra ykkur ný biblíuvers. Yes, that's the spiritual feeding that God will give Jú, us. það andlega fóðrið. But we recognize in life that the job we have is through Him opening the door. En við gerum okkur grein fyrir því að það hann sem opnar dyrnar í lífum okkar. The house we are living in is because He's provided for it. Að húsið sem við búum í vegna þess að hann sá fyrir því. And I go so far as to be cheeky enough to say that the spouse that we have is because He provided it. Og við getum jafnvel verið svo lúmska að segja, jafnvel makiðinn, það var hann sem að sá til þess að þú fengið þennan maka. So He provides everything we need for the day. Hann sér fyrir öllum okkar þörfum fyrir dag hvern. You remember the Israelites in the wilderness? Munið eftir Ísraelsmönnum í eyðimörkinni, He provided manna daily. hann sá fyrir þeim manna daglega. And every day, if you kept that manna, it was fraught the next day. It was off. Og ef þú hélst meiru heldur þú áttir að taka, þá var það ónýtt daginn eftir. He will provide for our daily manna. Hann sér fyrir daglegu brauði And forgive us our debts. og fyrirgef oss vorar skuldir. And all our debts are forgiven us on the cross in Jesus Christ. Og allar skuldir okkar voru fyrirgefnar á krossunum í Jesú Kristi. Every day when we come into His presence, Og hver dag sem við komum í nærveru if hans, there's anything that needs forgiven, ef það eitthvað sem þarf fyrirgefningu, ask Him for forgiveness. biddu hann þá fyrirgefningar. Repent. Iðrastu. But also it says, as we have forgiven our debtors. Svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Forgive those that may have hurt you, Fyrirgefu þeim sem hafa gert á þinn hlut. as you have been forgiven. Alveg á sama átt og þér hefur verið fyrirgefið. Don't hold on to anything. Ekki halda aftur að neinu. It's not worth it. Það ekki þess virði. Unforgiveness is doing more damage to you than to the other person. Ófyrirgefning gerir meiri skaða við þig heldur en hina manneskjuna. And lead us not into temptation, Og leið oss ekki í freistni, but deliver us from the evil one. heldur frelsa oss frá illu. We are asking God for guidance. Við erum að biðja Guð leiðsögn. We are asking God for wisdom.
Við erum að biðja visku We're asking God for His protection, fyrir vernd hans, that He would keep us safe. að hann muni halda okkur hólpnum In Jesus' name. í Jesú nafni. So, when we truly know God, Þannig að þegar við virkilega þekkjum Guð, 1 John 2, 3-6, í fyrsta Jóhannesarbrefi, 3-6, 1 John 2, annar kapli, 3. vers til 7. vers. and I'm wrapping it up. Og hér kem ég að leiðarlokum. And by this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. Whoever says, I know Him, but does not keep His commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word, in him truly the love of God is perfected. By this we know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way which He walked. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkominn. Að því þekkjum við að við erum í honum, þeim sem segjast vera stöðir í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Amen. This is a time for us to be knowing our God. Þetta er tími til þess að við getum þekkt vort Guð. For us to have a personal relationship with Him. Að eiga persónulegt samfélag við hann. Not about a head knowledge of Him, Ekki bara einhverja vitsmuni að þekkja hann, but a personal relationship with Him. heldur persónulegt samfélag við hann. I want to encourage you Og ég vil uppörfa ykkur to come along. Don't forsake the gathering of the saints. að koma og ekki vanrækja safnaðarsamkomur yðar. This Wednesday we have a prayer meeting, Og á miðvikudaginn erum við með bænastund, praise and prayer, þar sem við lofgjörð og bæn, here at 8 o'clock on Wednesday. klukkan 8 á miðvikudaginn. Come along, be blessed. Takið þátt, verið blessuð, Enjoy. njótið. But we need to know God. Now is the time we have to know Him. Þetta er tími sem við þurfum og verðum að þekkja hann. A personal relationship with Him. Það persónulega samfélag við hann. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. 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 Við ætlum að